Sælir blikar nær og fjær og verið velkomin á röltið. Í dag er ég að rölta niður á Kópavogsvelli, í svona 15 stiga hita, frábæru veðri og hér var æfingu að ljúka hjá blikum. Það er leikdagur á morgun á móti Fylki og við hvetjum alla til að koma og kíkja þann leik. En ástæðan fyrir ég var hér er svo líka að ég er að afhenda hér gjafabréf frá Besta fyrir mann leiksins, besta mann leiksins á móti Víking Ólafsvík. Og það kemur hér. Andri, við ætlum að fá að afhenda þér hérna gjafabréf frá Besta sem að því að þú varst valinn besti leikmaðurinn í síðasta leik á móti Víking Ólafsvík. Og það er gjafabréf upp á 6.000 krónur. Ekki meira en minna, Besta. Besta er á Grensásvegi 18, þannig að þú getur bara farið þar og fengið fullt af einhverjum hreinsunarvörum og svona. En það kemur ýmislegt á óvart. En segðu mér eitt, Andri, af því ég er með í spjalli. Hver er Andri? Það er bara þessi venjulegi Kópavogsbúi, sem við þekkjum öll blikarnir. Uppalinn hérna í Kópavogi og alltaf verið hér. Hvað gerur þú svona fyrir utan fótboltann? Það er eitt og annað. Horfir mikið á fótbolta. Og svo er maður eitthvað að viðsennast í skóla og vinna á sundum. Maður finnir sér eitthvað til dundurs. Hvað ertu að læra í skóla? Ég er í verkfræði, umhverfis- og byggingaverkfræði. Hvernig gengur það nám? Bara svona þokkalega. Já, bara. Hvernig leggst svona sumarið í þig? Bara nokkuð vel. Ég held sem með fínasta mannskap og þetta verður spennandi sumar og þannig að þetta verður bara áhugavert. Og hvernig líkaði svona lífið hjá okkur í Breiðablik? Það er alltaf yndislegt. En svo værum við ekki búin að vera hérna í 100 ár. Þetta er alltaf eitthvað yndislega mennin eins og Gulli og fleiri, sko. Nú, mér tjáða áðan að síðustu 200 daga þá hefur þú skorað 2 mörk og ert eini Bliki sem hefur skorað 2 mörk í Pepsi-deildinni. Það er alveg tölfræði. Já. Ég ætla að vona að verði ekki þannig mikið lengur. Ég ætla að vona að við náum að dreifa hans markaskorun. Þetta er orðið erfitt að vera að halda þessu uppi einn, sko. En ef við förum svona inn í klefann, hver er svona skemmtilegastur inn í klefann? Þetta er voða einföld spurning, sko, þó ég þykist vera að hugsa eitthvað sko. Það er Gulli. Já, það er Ég var að ljúga ef ég var að segja eitthvað annað. Það eru margir aðrir ágætir, sko, en Gulli stendur upp. En þegar ég segi Breiðablik, hvað hugsaðu þá? Ég hugsa nú bara þetta svæði hérna. Það er alltaf gaman að koma á, vera í kringum liðið og mæta á æfingar og spila leiki. Það er svona ekki fyrst upp í huga hjá mér. Nú er leikur á morgun, Fylki, hvað viltu segja við áhorfendur okkar? Bara að gera að halda áfram að mæta. Ég meina, þó að leikurinn hefði tapast í fyrstu umferð, þá tel ég vera margt jákvætt og sérstaklega ef litið er á þessa frægu sögu, þá hefur við séð að þetta hefur oft byrjað illa, en mér fannst eins og með að undanfarna ár byrja ágætlega í fyrsta leik, spilamennskan og annað, þannig að það er bara næsti leikur. Það var að síðasta spurning, Jámann-nafnið. Hvernig berð þetta fram? Ég segi Jómann. Þú segir Jómann? Jómann, já. Það er bara gaman að heyra alla hugara. Maður er hreist ýmislegt. Hvaðan kemur þetta nafn? Herðu, ég fekk hann bara hreinu núna í síðustu viku eitthvað. Það var ekki eitthvað gyðingur í Rúmeníu. Það var ekki eitthvað henni. Og Bandaríkjunum og þetta er bara eitthvað. Ég get verið að skálda hvað sem er. Já, er það einhverjir prestar bara þarna í Bandaríkjunum sem er? Eitthvað voða flott fólk, sko. Menntað og gáðað og fallegt fólk. Segir Andri Rafn Jámann. Takk fyrir þetta. Takk hérlega. Okkur var að gefa bara frá Vestham. Já. Vestham. Ég veit ekki hérna.